Góðan dag og velkomin að tækjunum. Vonandi hafa allir það gott, vonandi allir búinir að subscriba í podcast appinu og followa í Spotify appinu. Það fylgnið þar á milli og að þinn árgangur verði dregin út í bólusetningalottóinu. Og svo kynni ég bara afskaplega vel að meta það persónulega. Má það ekki bara vera ástæða út af fyrir sig líka. Allavega, hvort sem þú kýst að followa og subscriba eða ekki, má ég til með að segja þér að öll 2021 árgerðin af Sony sjónvörpum útbúin Google TV stýrikerfinu. Og þú getur fundið nánar upplýsingar af hverju það öflugasta og viðfeðmasta stýrikerfi sem býðst á sjónvarpsmarkaði inn á netverslun origo.netverslun.is. Gestur þáttarins Elisabeth Rónaldsdóttir, einn besti klippari landsins og sú sem hefur náð hvað lengst í faginu. Hún hefur klippt þekktar íslenska myndir eins og Mýrina, Djúpið og sjónvarpsþættina Ófærð, en einnig heimsfrægar myndir eins og Deadpool 2, John Wick, Kontraband og vinnur núna að mynd með Brad Pitt í aðalhlutverki. Bókstaflega núna. Hún flogin út til Los Angeles til að klippa þá mynd þegar þetta viðtal kemur út. Það ekki bara verkefnin sem Elisabeth landar sem gera hana áhugaverða. Hún hefur skemmtilega skoðanir á listræna ferlinu og augljósa ástríðu fyrir bíómyndum. En auk þess greindist hún með 4. stigs krabbamein við tökur á bíómyndina Deadpool 2 og það hefði ekki verið fyrir góðmennsku Ryan Reynolds, aðaleikara myndarinnar og fleiri aðila úr Deadpool teiminu, hefði Elisabeth mögulega ekki komist undir jafn góðar hendur og raunbara vitni. Meðferðin gekk vel. Og þegar sigur í baráttunni við krabbamein var í aðsigi, var klippiherbyggi búið til fyrir Elisabetu svo hún geti haldið áfram lyfjameðferð og að klippa myndina á sama tíma. Svo ómissandi var hún. Þessi þáttur í boði lífrænna og ómótstæðilegra vara frá Rapunzel. Í næstu búðaferð færðu tækifæri til að pröfa heilsuvörur eins og havra, músli og hnetublöndur eða freistingarna þeirra sem ekki minna góðar en þar eru lífrænar, dökkt súkkulaði og kókosmöndlu döðlusmjörið þeirra, svo einhver dæmi séu nefnd. Ef þú elskar góða mat og ég veit þú elskar góða mat, þá verður að bóka þig borð á Sumac á Laugavegi hið snarasta. Ég hef borðað þarna margoft í gegnum árin en fórum daginn í 7 rétta seðil sem innihélt kjötrétti, fiskrétti, grænmetisrétti og sjálfsögðu eftirrétti. 7 rétta seðil án desserts, hvað fólk haldið að sé að vinna þarna. Allavega, ég get með sanni sagt að þetta var hvert öðru betra, norður-afrísk matagerð blandað við fyrsta flokks íslensk hráefni. Hollt, framandi og ekkert eðlilega gott. Í þokkabót fáið þið svokallaðan Snorra kaupauka því þið verðið að smakka flatbrauð á Sumac svo þið gefa ykkur það fríkeipis ef þið segja einfaldlega Snorri við þjónin. Verðið ykkur á góðu, segi ég nú bara á móti. Annars hafa Ása Reyins og Emil Hallfreðs komið upp sínum eigin ólífuökrum í Verona og þið getið keypt flösku af kaldpressari hágæða ólífuolíu beint frá bakaranum þeirra í öllum helstu verslunum. Olían heitir Terre di Oliva og vægast sagt beint frá bónda. Ólífubónda. Þetta sem áður ein besta fita sem völ á fyrir mannslíkamann og þá ekki síst fyrir hjarta og æðakerfið. Þurfum að fara vel með okkur. Sjöstrand kaffið spilar sem áður stórt hlutverk í þessum þætti. Það líður ekki venjulegur dagur á þess að ég fá með bolla og hvað þá podcast þar sem bolli ekki í boði. Þú getur verið með í Sjöstrand klíkunni og fengið 10% afslátt af Sjöstrand kaffi á sjöstrand.is með kóðanum Snorri. Þessi þáttur gerist ekki mikið sjálfhverfari. Það verður einhver að segja það. Svo nú bara þannig að hér komin upp kynslóð af fólki sem elskar sykurlausa drykki og hvernig hægt að horfa fram hjá því að Coca-Cola sjálft sé að uppfæra kók án sykurs og kynni til leiks nýtt og endurbætt bragð og útlit. Margir vilja meina að hér séum við komið með besta kók allra tíma en þú verður að dæma það sjálfur, hlustandi góður. Þetta kostendur þáttarins og það þeim að þakka að þetta efni sé gefið út ásamt að sjálfsögðu Elisabetu sjálfri sem var svo væn að koma hingað í settið og kann ég henni bestu þakka. Klipparar, þetta rétt áallega hjá mér að þetta sé svona einn helsta kaffidrykkjustéttin? Við drekkum mikið kaffi, já. En ég held að það séu samt margar stöður innan kvikmyndagerðar sem krefjast mikil kaffi. Já, ég ætla ekki að skella þessu beint á klipparana. Nei, ég held að það sé bara kvikmyndagerð eins og hún leggur sig. Þetta mikil vinna. Já. Og langir dagar. Og deadline? Mikið af deadline. Pressan. Já, en maður tekur það nú samt alveg rólega, þetta bara bíó, maður ekki að bjarga neinum nema kannski sjálfum sér. Nákvæmlega. Já. Má ekki taka svo alvarlega. Og ekki þú veist, það alltaf í lagi að taka vinnuna sína alvarlega en aldrei að taka sjálfan sig alvarlega. Ok, en klippari, ég meina, eins vel og ég kann að meta góða bíómynd, þá labba ég nú sjaldan út af hann og hugsa, vá, hvað þetta var vel klippt mynd. Já. Ég veit það bara og kannski ágætt að maður sé ekkert alltof sólgin í athyglinna vegna þess að maður ekkert fara að fá hana sem klippari. Þetta falin list en hún mjög mikilvæg allri kvikmyndagerð af því að það verður náttúrulega
Ég hef að hugsa þetta svona að það er tekin bók sem að hugsanlega er gert handrit úr eða þá original handrit og svo þarf maður að lesa þetta handrit, leikararnir og allir og túlka það á sinn hátt. Allir að reyna að túlka það en samt með sín leikstjórans að leiðarljósi og svo kemur þetta öll þessi túlkun sem er búin að eiga sér stað á setti, kemur inn á borð til mín og þá þarf ég að reyna að túlka út frá náttúrulega sín leikstjórans hvert á að taka þessu sögu vegna þess að handrit er handrit þegar þú getur verið með senu sem er síðan skotin og þá eru komin leikarar, það eru komin sviðsmynd, það er eitt að lesa og annað að horfa og þannig að þegar er búið að taka hana og allir búin að túlka og setja sitt inn í verkið og þú eru komið senu eða töku að þá verður þú að leggjast yfir og túlka hvað hendar best og hvað allir er að reyna að gera og reyna einhvern veginn að fá samhengi í það og skilja og setja það saman en ef að maður myndi bara klippa það sem maður hérna er búið að gera á setti, ef maður myndi bara klippa allt saman, já, þessi taka fyrir hérna þessi taka fyrir hérna þá værirðu með okkur mynd sem væri allt á styrð vegna þess að það þarf að segja ýmislegt í díalóg sem þarf ekki að segja þegar það er komið á filmu bara sem mjög lélegt dæmi en þú veist, ef ykkur opnar ískáp og hann er tómur og segir, það er allt tómt ég er svangur, ég þarf að fara út í búð og fer svo út í búð þú þarft ekki að hafa hana díalóg inn í einhverja senu og klippir hann bara út þá opnar ykkur, það er tómur ískápur við vitum allt hvað það merkir, næsta klipp hann er komin út í búð, við gerum okkur öll grein fyrir að hann þarf að kaupa í matinn, eða skilur þú veist, það eru svona hluti sem maður er hægt að hreinsa úr og reyna að byggja upp og stundum náttúrulega þótt að allir ætla að gera sitt besta, þá getur mistekist líka í tökum, leikarar geta átt misgóða daga, þú veist, lífið herjar á þá eins og okkur öll og hérna veðrið getur verið mjög unpredictable, svo ég sletti smá og hérna það getur ringt á degi sem átt að vera sól og svo framvegis og þá þarf maður, þetta er alltaf eitthvað sem maður þarf að takast á við í klippinu og reyna að vinna sig úr Þannig að það er ekki bara sagan, þú ert líka að vinna í kringum þessa ófyrirsjánu aðstæður Já, alls konar en svo er það líka sagan en það er líka karakterar þú veist, karakterar þurfa að taka eitthvað örk í gegnum söguna og þá þarf maður að vinna ég hef lýst þessu oft þannig að maður sé að hérna skera út úr við þú veist ef ég ætla að skera höggmynd úr viðardrömbi að þú gerir það ekki bara með einhvern stórum höggum þú gerir það bara leir eftir leir eftir leir þannig að maður vinnur svona í leirum En ef við setjum upp smá dæmi 90 mínúna bíómynd 1,5 klukkutími hvað, þú ert búin að klippa hana niður í 1,5 klukkutíma hvað fékkstu mikið efni upphálega frá leikstjórunum eða þeim sem útvegar efninu? Það er rosalega mismunandi. Já, með gruna en það getur alveg, sko, ratio svona 1 til 1/24 er ekki óeðlugur. 1/24 endar í sýningarsalum? Já. Vá. Og þú horfir á allt? Já. Já. Og þetta er mjög skemmtilegt og gaman og þetta eru mikla pælingar og hérna, svo vonar maður bara að skilja sér í verkinu. En þetta tekur alveg ár. Að klippa frá maður er með í tökum og frá fyrsta tökudegi þangað til að bara maður lappar út úr partíinu, frumsýningapartíinu það er yfirleitt rúmlega ár Vá. Geturðu sagt mér hvað áhrif braggarnir höfðu á svona þína sýn á kvikmyndagerð? Ég sótti mikið í braggana ertu að tala um bíósalinn í braggunum, braggabíó Ég fór mikið í braggabíó og ég var að bera út blöð hérna D.V.A.F. og Vísir þetta var ekki sama blaðið í gamla dag það var D.V.A.F. og Vísir og svo bárum við þetta út og seldum og ef maður stóð sér vel þá fekk maður frían með í bíó og ég man ekki, ég held að það hef verið einu sinni í mánuði en kannski var það ekki svo oft og þá fórum við og fengum að sjá bíó og þetta var bara dásamlega skemmtun og hérna maður hafði mjög gaman af og það var náttúrulega líka bíó í hérna gamla bíó minni mig en þetta var aðal bíóið og svo kom stjörnubíó seinna Þetta var svolítið svona frumstætt á þeim tíma
ef okkur fannst það ekki Nei, þegar maður þetta var lifði bara það, flottasta. var þetta bara það flottasta af öllu flottu. Og ertu þarna bara það heilluð af kvikmyndagerð að þú sér fyrir að þetta var eitthvað sem þér langar að fara í? Er ekki krakkar alltaf að heillast að vera leikarar þegar þeir sjá einhverju bíómyndir eða svoleiðis? Já, ég veit ekkert hvað fólk þarf vendilega að heillast af einu eða neinu. Ég held að maður lendir svo oft í því að maður bara endar eitthvað það sem maður hafði aldrei hugsað sér eða ætlað sér að enda. Þú veist, lífið tekur bara við og það eru alls konar utbeigur sem maður tekur í lífinu og allt í einu fyrir maður að skoða í eitthvað á hotn og svo er maður bara allt í einu komin hérna, það þarf að klippa bíómyndir. En ég verð bara að viðurkenna að það var ekkert svona einhver sín sem ég hafði eða eitthvað sem ég hafði enga áætlun. Þú varst ekki með 20 ára plan að klippa Hollywood bíómynd? Nei. En hvernig endaði í klippaherbygginu? Það er bara alls konar aðalega lífið. Ég hafði náttúrulega alltaf áhuga á kvikmyndum og fannst þetta stórkostlegt. Ég hafði aðalega áhuga á kvikmyndatöku og var ljósmyndaði mikið sem krakki, átti svona kassamyndavél sem var líka ekki gamalt og skrítið þá, heldur bara það flottast og flotta. Fékk kassamyndavél og fórum allan bæinn að taka myndir og það voru alltaf prógram. Þegar maður fór í bíó í gamla daga fekk maður prógram og ég safnaði þessu, var mikill safnari, átti marga kassa af bíóprógramum. Hvað, það bara eitthvað svona dagskrá eða? Já, þá var það sem sagt yfirleitt svona tvíblöðungur í A6 held ég að það kallist stærð eða A5, maður ekki, og þar var svona mynd úr myndinni, nafnið á henni og hverjir léku í henni og svo var hvað myndin væri. Og hugsanlega af því að þar voru ekki alltaf textaðar, ég er ekki alveg viss, en ég held að stundum hafi það ekki verið textaðar og þá fekk maður bara þennan bækling og fekk að vita hvað myndin var og svo fór maður að sjá hana og þetta var mjög gaman. En ég ætlaði mér alltaf að verða kvikmyndatökumaður og hafði dálítið svona rómantískan áhuga á ljós og birtu og skugga og allt þessu og endaði í London. Ég fór enda fyrst í millitíðin og vann hjá Sýn sem að þá var kvikmyndagerð, ekki sjónvarpsstöð og framleitt mikið af sjónvarpsauglýsingum og sjónvarpsefni sem þá var náttúrulega ekki leikið á þessum tíma, það var aðalega maðurinn nefndur og svona þættir. Já, svolítið þyngra efni. Aðeins þyngra. En maður má ekki gleyma því og mér finnst það svo fallegt af því að þú segir einmitt frumstætt eða gamalt í rauninni að allt sem við erum að gera í dag byggir á þeim grunni. Ef við hefum ekki gengið í gegnum það tímabil þá værum við ekki hér í dag, þú veist, að tala í þessa mikrofóna. Og þú varst ekkert inn í böggunum að horfa á bíó og hugsa mikið er þetta frumstætt. Þetta var bara flottasta. Nei, þetta var bara flottasta, bara þetta var svo mikið ævintýri og kannski, bara kannski að þá lærði maður að meta kvikmyndir öðruvísi. Í dag er þetta svo mikla marmarahallir, það er alltaf marmaragólf og einhverja rosa salgætisölur og eitthvað svona rauðir dreglar og flaugjel á stólum, þú veist, þannig að voru engin þægindi per se. Það voru samt bíóbekkir, bara þessar gömlu gerð, harðir og óþægilegir til langra setu, en bara það að fá að sitja þarna og horfa á bíó að sjálfsögðu var heldur ekki hægt að downloada einhverju myndum eða það voru engar streymisveitur eða það var varla sjónvarp. Það var kanasjónvarp og þegar ég fæðist það var kanasjónvarp og ég held ég hafi verið kannski 6-7 ára kannski þegar sjónvarpið kom fór að vera með eitthvað skemmt. Nei, reyndar hafi það komið en ég meina með svona leiknaþætti. Þannig að maður hafi gaman að því að setjast niður og horfa leikið sjónvarpsefni. En þú veist, þetta er allt eitthvað í fórstíðinu, maður man ekki neitt lengur. En hvenær er það sem að þú byrjar svona í rauninni að verða eftirsótt á Íslandi sem klippari? Ég meina, þú ert búin að klippa stórar myndir eins og Mýrina og Djúpið og náttúrulega þetta ófærð heima. Bara reynir þú fyrir þér í þessu og ætlar að vera kvikmyndatökumaður en síðan ertu bara þessi þrælgóðu klippari? Já, ég ætlaði náttúrulega að verða kvikmyndatökumaður og svo átti ég mikið af börnum. Ég á 4 börn og þannig að þetta var bara dálítið óþægilegt svona bara tímalega
að það er mjög erfitt að ætla að ringi eitthvað 50 manna krú og segja þeim að barnapían sé veik, þú veist, það er bara þannig að þetta var bara álag og stress sem fylgdi því. Langi tökudagar og svona, þótt að tímanni getur nú orðið mjög langir í klippiherberginu, þá hefur maður betur stjórn á því. Maður getur valið betur. Þú veist, ef að eitthvað er uppi, þá er allt í lagi að eitthvað þurfa að bíða í klukktíma eða 2, skilur það. Maður er ekki að setja neitt úr sambandi. Þetta starfar hentugra? Hentugra, já. Ok, og bara, þú varst góð í því? Og ég var góð í því og bara fjall fyrir því og þetta er rosalega gaman og ég er náttúrulega smá nörd í mér, þú veist, hef gaman að því að liggja yfir ykkur í langan tíma, hef gaman að púsluspilum, skilur. Ok, sökka þér í ykkur hluti? Já, bara sökka mér í það og gleyma mér í því og svo er náttúrulega voða þægilegt líka bara að koma að skikja á eitthvað annað en lífsitt. Þá bara getur maður 1 tíma í að þú veist, koma eitthvað kveikmynd í lag og þarf ekki að díla við eitthvað alls konar annar. Bara gleyma sér í vinnu? Bara gleyma sér í vinnu. Það er svona smá flótti að loka sér bara inn í klippiherbyggi og díla ekki við neitt og bara klippa svo. En ég menna, ef þú komið sér mjög vel. Ok, en þú ferð og lærir þetta út í London. Var það svona að klippa per se? Nei, við lærðum bara almenna kveikmyndagerð í London, International, sem var í Soho í London. En ég tók svona, það kallast að hafa tekið það með áherslu á kveikmyndagerð af því að kveikmyndaskóli er náttúrulega alltaf sérstakt fyrirbæri. Af því að það er alltaf erfitt að kenna fólki kveikmyndagerð. Af því að þetta er eins og ég gerir ráð fyrir með flest fög að þú þarft náttúrulega að hafa talent til þess en það er ekkert rétt eða rangt í kveikmyndagerð. Skilur þau, sumt gengur upp og annað ekki en þú mátt ekki vera hræddur við experiment og svona, þannig að það voru erfitt að ætla að kenna einhverjum hvað má og hvað má ekki þegar kemur að því að segja sögur og þú getur lært kveikmynda sögu sem er mjög hollt að vita á hverju við erum að byggja og hvaða þekking liggur fyrir aftan okkur en hvað framtíðin ber í skaut sér veit náttúrulega enginn. Þegar ég er í kveikmyndaskóla þá var reyndar, við lærðum á filmu af því að digital var eitthvað svona algjörlega nýtt þá. Þetta er 89 sem ég fer og þá var þetta bara, digital var eitthvað svona hálf óþekkt. Við vorum með Digibetur, skilurðu, Digibeta var komin. Það er ekki blandað Betamax og digital. Já, akkurat. Og við vorum með VAF-AS og Superbetur. Og þau voru að klippa, raunverulega, eða ekki? Þau voru með bara... Við vorum bara með filmuna, því að digital var ekki, þú veist, það var ekki komið á tölvur. Nei. Digital var bara þessar spólur í rauninni. Það var digitalið sem við þekktum og við unnum bara með filmu. Við unnum sem með 35 mm filmu sem er alveg stórkostlegt að hafa fengið að gera og mest náttúrulega með 16 mm, en við fengum á loka önnin okkar unnum við með 35 mm og við lærðum bara allt, við lærðum allt ferlið, þú veist sem er líka mjög hollt, að þú vitir hvað er að gerast í öllum deildum innan kvikmyndagerðar, en ég sem sagt lagði áherslu á kvikmyndatöku með því að öll útskriftaverkefni sem að ég fekk vinna og ég reyndi að tengjast kvikmyndatöku. Ok. Annarkvort taka eða vera aðstoðatökumaður á öllum nemendaverkefnum af því að allir nemendur þurftu náttúrulega að fá fólk í lið með sér til að búa til krú og þetta var mjög skemmtilegt og svo er þetta kvikmyndaskólar fyrir utan það að læra kvikmyndasögu og læra það sem að baki manni er og læra svona vissa work ethics í kvikmyndagerð að þá er þetta mikið tengslanett að kynnast og halda tengst við fólk sem hefur áhuga á sömu hlutum vegna þess að þetta er hópalist. Það getur ekki einn gert kvikmynd. Það er alltaf, þetta er hóplist. Það er marga til að koma að því. Einmitt. Og nú kvikmyndagerð er nú svolítið hark og það er nú svolítið vitað að þegar fólk fer út í þetta þá er þetta svona
þú þarft að vera með svolítið hart einmitt work ethic og til í langa daga og hérna mögulega bara láta reyna á eitthvað sem gengur mögulega ekki upp þú ert þarna að læra úti í þessum bransa en flytur heim í ennþá minni kvikmyndabransa kannski meiri áhættu ef einhver myndi segja hvernig leist þér á þetta á þessum tíma þegar þú ert byrjað að reyna fyrir þér í þessu sástu mögulega fram á bara að þetta myndi ekki virka eða varstu með eitthvað efasemdir að reyna fyrir þér í þessu? Já, ég hafði mjög miklar efasemdir mjög oft en svo þurfti ég líka að horfast í augu í rauninni kunni ekkert annað og ég líka bara togaðist að þessu þetta var það sem mér fannst skemmtilegast það er ekkert sem mér finnst skemmtilegar heldur en að setja inn í klippiherbyggi það er bara þannig eða bara verið í kringum kvikmyndagerð mér finnst þetta svo inspírerandi og skemmtilegt og þetta er hérna og þú kynnist líka sjálfum þér mjög vel í svona vinnu hvort sem það er þar sem þú situr og ert að fara í gegnum handrit eða í tökum eða þú veist, þú þarft að gefa af sjálfum þér þú getur ekki farið í gegnum kvikmyndagerð án þess að gefa af sjálfum þér vegna þess að það er dálítið það sem að fyrir mér kvikmyndagerð fjallar sem berum það er að þú ert að skilja smá hluta sjálfum þér eftir með því að þú gefa pínlítið allt sem þú hefur í söguna sem þýðir að þú þarft að skoða alla karakterina, þú þarft að skoða tilfinningar karakterina, hvað þeir að hugsa, mótivasjónar þeirra og hvert sækir það? Þú getur bara sótt það í þinn eigin reynslu heim og þína eigin þekkingu á því hvernig fólk haga sér. Þannig að fyrir mér að því leita er þetta mjög svona persónulegt ferli. Mitt, jafnvel þó að maður kannski horfi á Hollywoodmyndir sem eitthvað tilfinningarlega snautt eða kannski svona svolítið ódýrt eða hvað það nú þá er þetta allt eitthvað sem að fólk byggir á bara sínum eigin raunveruleika. Þú getur náttúrulega ekkert gert nema á þínum eigin raunveruleika og kannski er sumt fólk sem lifir fyrir eitthvað innan tómu lífi þá hefur það minna að segja, það er bara þannig. En ég er ekki alveg sátt við það að bandarískar bíómyndir séu eitthvað innantómar en aðrar. Hins vegar eru blockbusterarnir dálítið skrimsli út af fyrir sig. Já. Og það er pínulítið annars konar kvikmyndagerð og ég ætla að reyna að útskýra þetta en það er þannig að yfirleitt er það að gera þótt þú sért að gera kvikmynd. Ég tek bara til dæmis John Wick. Þegar við gerðum John Wick sem að hefði alveg og örugglega mörgum finnst vera innantóm. Ég hugsa að ég hafi aldrei lent í djúpum samræðum karakter eins og þá. Af því að við vorum svo mikið að reyna að nálgast að hvernig karakter er hann? Hvað er hann að hugsa? Hvernig gerir hann hlutina? Af hverju gerir hann hlutina? Ég nálgaðist þetta pínulítið eins og bara víkingasögurnar okkar. Þú veist það sem að kona er slegin utanundir og 20 manns deyja, fattar þau? Það er bara að þetta fjallar hefndina og þetta fjallar sorgina líka og maður reynir að nálgast að þaðan. En ég get sagt þér það að til dæmis í allri minni kvikmyndagerð í Ameríku hef ég aldrei ekki, ég ætla að segja fyrir utan kannski einu sinni eða tvisvar. Sem að því að ég hef náttúrulega tekið að mér alls konar verkefni úti, sum ekkert stór, stundum þarf maður bara brauð á borðið, þú veist, og það er eitthvað tíma á milli og svona, þá hef ég stundum tekið að mér lítið verkefni, en ég ætla bara að segja, gegnum gangandi, þá er fólki mjög annt að segja sögurnar. Því er mjög annt karakterina sína. Þau hafa eitthvað að segja. En blockbusterar eru dálítið sérstakt skrimsli og aftur ég skal reyna að útskýra af hverju. Það er vegna þess að það er ekki að það sé ekki vilji til að segja sögu og það sé ekki vilji til að búa til flotta karaktera og þrívíða karaktera. Viljin er til staðar, peningurinn er svo sannarlega til staðar en peningurinn byrjar dálítið að þvælast fyrir. Vegna þess að við erum að tala myndir sem er ekki einu svona budget á. Eins og Marvel er að gera myndir, það er ekki budget á þeim. Það er bara opin tjekki. En að sjálfsögðu vilja þennan pening tilbaka og þau vita líka að þau fá þennan pening tilbaka af því að við erum að vinna með pródökt sem selst mjög vel. Við erum ekki bara að gera kvikmynd, við erum að vinna líka með pródökt. Og
og það er mjög skrítin reynsla af því að viljinn til staðar en svo tókast aldrei á viljinn til þess tókast aldrei á við markasöflin sem að krefjast þess að hlutinni sjá vissan hátt til að breiðari áhörnundahópur njóti þess og svo framvegis. Þannig að það er alls konar sem að kemur inn í þetta og svo getur fólk sagt það er einskisvirði og mér finnst það ekki vera rétt af því að það er alveg einhversvirði vegna þess að fólk fer greinilega og hefur gaman af þessu. Þetta er einhverja vinsældustu kvikmyndir í heimi þannig að eitthvað hlýtur að vera þannig annað en bara markasetning og sem er náttúrulega gigantísk en þú veist. Og þarna kemur kannski inn svolítið svona smá menningarsnobbið að þykir ekki flott að fíla það sem að var gert fyrir alla í rauninni fattaru. Einhver svona krítikar er líklegur til þess að finnast Marvel-myndirnar ekkert spes og þetta höfðar allt og mikið til allra meðan einhver svona óvinsæl indie-mynd sem að enginn hefur séð, hún er alveg geggjuð og ótrúlega fáuð og flott. Já og þetta allt getur verið rétt og satt, skilurðu, en ég held bara að það sé alveg pláss fyrir mjög breiða framleiðslu af kvikmyndum, en hins vegar skil ég líka alveg þegar fólk hefur áhyggjur af því að stóru fyrirtækin taka rosalega mikið pláss í kvikmyndahúsum og það er alveg vandamál út fyrir sig en ég veit ekki alveg hvað eigum að banna fólki að fann sjá þær eða skilur þú veist að við þurfum bara að finna í staðin fyrir að íta þeim og gera þá þessi stóru fyrirtæki eitthvað nefn minni þá þurfum við bara að vera duglegri við að búa til vettvang fyrir minnimyndirnar til að njóta sín. Og þú veist, hvernig sem það þið gert, þú veist, bannaða sína Marvel á 50 eða eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, ég held að sé ekki góð lausn á því, en ég held samt að það sé ekki bara, já, það er ekki bara þetta að segja, þeir eru að taka það markaði, maður þarf líka að hugsa, ok, hvernig markaði, þú veist, getum við það búið til fyrir hinamyndirnar, hvernig getum við gefið þeim pláss á þessu markaði en sem er mjög mikilvægt. En bara svona að þér aftur á Íslandi þarna í byrjun ferilsins, manst eftir einhverju verkefni sem að svona sýndi kannski þér að þetta væri eitthvað sem þú getur bara stemt að sem bara ferli í rauninni eða atvinnu? Ég hef náttúrulega unnið við þetta frá upphafi sko, þannig að þetta hefur alltaf verið atvinna mín. En var eitthvað svona verkefni sem kannski sýndi fram á að þú værir eftir heima í Hollywood sem að kannski ég er ekki einu sinni vissum að það hafi ennþá komið sko, ég er náttúrulega en nei, svo bara gerist það skilurðu, og aftur, lífið bara gerist og það er svo skrítið með lífið, þú ert eitthvað staður og svo bara puff, allt í henni ert eitthvað staður annar staður og það eru aðra kringumstæður og þú dílar við það en ég hef aldrei setið og hugsað, já, ég ætla að klippa í Hollywood, þú veist, ég bara kannski hef ekki eins og haft tíma til þess að hugsa það þannig en ég man alveg eftir því samt þegar við gerðum kontraband og ég var fyrir norðan af því að við fórum á Hofsós það sem að Lilja Pálma sem hefur líka starfað sem kvikmyndaframleiðandi og Baltasar Kormákur þau bjuggu fyrir norðan á Hofsósi og ég fór þangað og við vorum að vinna þar og þá man ég bara alltaf eftir því að hafa klift Universal logoið fyrir fram að myndina og ég var alveg bara svo, wow, þá var ég búin að klippa myndina, skilur, ég þurfti bara að setja logoið fyrir framann áður en við sendum hana og ég mani, ég hringdi bara í Baltas og sagði, ég held að þetta að koma og fá því kaffiballa með mér og horfum bara á þetta nokkur sinnum bara Universal logo, þú veist, það er alveg stórt þegar þú allt innu rannir upp fyrir þér, en málið er að við vorum samt búin að taka myndina við vorum búin að klippa hana að mestu, þú veist, við vorum eiginlega komið með þetta en við vorum ekki að pæla, við erum að gera Hollywoodmynd, við vorum bara að vinna rosa mikið, en svo rann það upp fyrir mér þarna. En ég meina kontraband, þetta er Mark Wahlberg og Ólafur Darri, já, en rann það þá ekki til fyrir þig bara, þetta er nú svolítið stórt að vera með þessi mynd er náttúrulega, hún er byggð á Reykjavík Rotterdam, eða ekki? Jú, sem að ég klippti líka. Nákvæmlega, og í leikstjórn Baltasar Nei, það var í leikstjórn Óskar Jónassonar. Kontraband er samt leikstýrð af Baltasar Kormák. En hann leikur í Reykjavík Rotterdam. Akkurat, þetta er skemmtileg. Sýnir smá litla Ísland. En þarna klippur inn Universal logoið
og þá svona þú fékkst þá alveg rann það svona aðeins upp fyrir mér bara hvað það var geggjað einmitt, og þarna helst kannski hendur líka bara að Baltasar komið með annan fótinn út, þú fylgir með það ekki, og þú varst svolítið að vinna með honum á þessum tíma. Já, við gerðum náttúrulega kontraband og við gerðum eitthvað pilot fyrir ég er að muna fyrir hvernig það var einhverja sjónvarpsstöð gerðum við pilot sem að gekka ekki alveg upp, hann hefði orðið á dýri framleiðslu með minnir að það hefði verið ástæðan fyrir hann fór aldrei í loftið og og svo bara fyrir hann að gera Túkan. Já. En ég fór ekki með í það. Þú talar að það var smá skellur fyrir þig. Það var alveg skellur, já, mér brát aldrei. Ég hélt aðalega bara því að mér vantaði að fá vel borgað, skilurðu, og það er alveg á hreinu að ég fæ betri borgaðan úti heldur en hérna heima, en náttúrulega bara einstæði 4 barna móðir á þessum tíma og bara svona, þú veist hvað gerum við núna, en þá sem sagt þurfti ég bara að horfast í augu við það, ég var ekki að fá Túkan og þá fór ég á fund með þessum 2 stöndmönnum sem voru að fara að gera sinna fyrstu kvikmynd í fullri lengd og við náðum bara svona rosalega vel saman. Það er þessi Chad og David. Chad Stahelski og David Leitch, já. Og þeir eru þeir sjálfur áhættuleikarar eða? Nei, þeir voru það í gamla daga. Þetta mjög fyndið það því að Chad var sko stuntdouble fyrir Keanu og David var stuntdouble fyrir Brad Pitt og svo satt ég alltaf á milli þeirra alveg bara joke, þú veist, af því að þeir líta báði svona dálítið svipað út eða þú veist, það var mjög fyndið tímabil og og svo þá vorum við einmitt að gera mynd með Keanu, hann var í John Wick. Og þú gerir ekki Two Guns, heldur umboðskrifstofan útvegar einhvers konar giggi í Bandaríkjunum og sem endar í John Wick. Já. Og það er með þeim tveimur. Já. Þú fjallst svolítið fyrir, talar bara ástríðu þeirra fyrir actionmyndum. Þeir eru æðislegir og það er svo gaman. Ég náttúrulega fór þann og ég var svona pínlítið, ég er ekki að fara að gera þetta og bara einhverjum 2 gaurar stundarar, þú veist, þetta er bara búið. Þú veist, ég var alveg búin að ákveða að ég væri ekki að fara að gera mikið í Ameríku og fara bara heim aftur, flytja kannski aftur til Danmerkur, þú veist, þetta var alveg svona. Og fer og hitti, það var David reyndar ekki við, ég fer og hitti Chad og það var bara, ég endaði með að eyða öllum deginum þannig upp í 7-11 að fara í gegnum alls konar, þú veist, stönd með honum og tala um það og skoða það og það var alveg hræðilega skemmtilegt og og það er ekkert betra heldur en að vinna með fólki sem er svona passionate og svo, þú veist, bara ég held að það var bara svo ofbáðslega gaman að gera John Wick. John Wick er svolítið áhugaverð bíómynd út af, ég meina, það er hægt að horfa á hann og segja bara, þetta er eitthvað maður sem er að skjóta fólk í hausinn mjög oft, en síðan var hún að svona bara einhvers konar cult classic. Já, hún telst það í dag, já. Hvernig skilgreinir maður cult? Hvað telst sem cult og hvað ekki? Er það ekki bara það sem er svona eignast stað í sögunni, sem sagt verður svona síendurtekið ár eftir ár, þú veist, hún er ekki bara síðast árs, heldur verður hún svona, það myndast köld í kringum hana. Já. Þannig að hún verður svona supervinsæl. En þú fellur þarna fyrir þeim og ástyrjum þeirra, af hverju er þú kjörin í þetta hlutverk? Ég veit það, ég spurði mig oft að því, eitthvað miðaldra kettling frá Íslandi, þú veist, ég er náttúrulega 50, verður 50 þannig á árinu og en það bara, við áttum bara vel saman og ég man að Chad spurði mig, hann sagði, hvað finnst þér verst við action? Og ég sagði hann, ég bara þól ekki því ég sé ekki hvað er að gerast og hann var bara sammála því, ég held að það hafi orðið til þess að þeir endaði með að ráða mig. Sérðu ekki hvað er að gerast þess að þú ert að horfa á bíómynd og það er bara allt og nálægt og allt í myrkri og þú veist ekkert og bara, ok, þú veist. En er það ekki líka bara til þess að fela? Bara það það er náttúrulega, það vantar alla hönnun á þessa aksjón, þannig að það verða að fela, bæði skort á hönnun en líka hugsanlegt getuleysi leikara til að gera stöndið. Einmitt. En og svo náttúrulega ég vann svo lengi í dansmyndum með Helenu Jóns og þannig að ég
hef alveg frekar góða þekkingu eða allavega svona meiri þekkingu en margur klippari á kóreografíu og það hefur komið sér mjög vel og það svo fyndið vegna þess að ég man þegar ég fór til hérna Svíþjóðar og var að vinna reyndar í Danmörku og bjó í Svíþjóðar til löngsaga en hérna þá sem sagt var alltaf verið að vara mig við þú verður að ákveða hvað þú vilt klippa þú getur ekki bara verið, bíómynd hérna heimildamynd hérna, sjónvarpsfréttir af því ég var að gera allt þetta, ég var í sjónvarpsfréttum ég var í heimildamyndum, rosalega mikið heimildamyndum, svo tók ég leiknakvikmyndir, svo tók ég eitthvað sjónvarpsþætti og það var alltaf verið að segja við mig þú ert að eyðileggja ferilinn vegna þess að, þú veist, fólk horfir á hvað þú ert búin að gera og það er bara what, þú veist og ég var eitthvað bara já, en ég var náttúrulega bara að vinna mér pening, þú veist, það þurfti bara að borga leigu og mat og allt þetta en hérna, en allt þetta hefur nýst mér svo vel í dag þú veist, að vinna við sjónvarpsfréttaklippingar, ég vann á TV2 í Danmörku í heilt ár með að klippa sjónvarpsfréttir þetta er svo rosaleg þjálfun í að klippa eitthvað, að klippa sögu ofboðslega precise að þú má vera svo stöðt þú veist, þú kannski með 30 sekúndna slott og þú verður að segja sögu sameiningu eitthvað fyrirtæki sem var ólögleg og eitthvað kjaftaði og þú verður að vera svo precise, nákvæm í frásögninni ég held að þetta hafi verið eitthvað besta þjálfun sem ég hef fengið Það var bara áttað á aðalatriðunum og bara klipp út allt sem má ekki verða þarna og hreinsa þetta strax heimildamindir er rosaleg þjálfun til að fást við mikið magna efni af því að það er oft bara skotið og vera að fylgja fólki eftir og kannski jafnvel til í lengri tíma þú veist það getur verið alveg í nokkra mánuði ég þekki nú eitt sem skaut í 7 ár fyrir þú veist heimildamind sem maður var að gera þannig að heimildamindir er svo ofboðsleg þjálfun í að takast á við mikið efni og hérna og þegar við skutum kontraband til dæmis þá kom það sér vel af því að þar voru til dæmis bara opnunarsenan þar sem að hérna tollverðir ráðast inn í skipið að þá var sko tekið á fullta kamerum og svo voru einhverju 20 hérna svona litlar kamerur sem voru festar á bátana og út allt. Þannig að ég var alveg með hugsað 25 kamerur. Og þú þarf bara það þitt hlutverk að pikka út það besta? Já, ég meina maður gerir það náttúrulega alltaf í samræðu við leikstjóra eða þú veist, leikstjóri gæti hugsanlega ekki verið sammála en stundu þekki maður leikstjóra líka vel og svona, en já, maður þarf að fara í gegnum þetta og skoða og velja en þú veist þetta er svo mikið magn en reynsla mín úr heimildamöndagerð hefur nýst mér svo vel út af þessu og líka vegna þess að í dag ólíkt því þegar ég var að fara að stað í kvikmyndagerð fyrir 25-30 árum að í dag eru svo marga kamerur það er kannski verið að taka eina senu og bara 5 tökur en það eru kannski 3-4 kamerur og þetta er ekkert tiltökumál þetta er bara fyrir eitthvað eðlilegur praktis í dag að hafa allir þessi sjónarhótt en aftur þá er gott að hafa þjálfunina í því að takast á við mikið magna af efni þannig að það var bara þér fyrir bestu að hafa ekki verið að skilgreina þig eða boksa þig ég er að segja það, að mér finnst að ég hafi fengið svo mörg tól sem nýtast mér í dag einmitt. En John Wick Keanu Reeves er náttúrulega aðalhlutverkið þar og síðan sagður að hann kom svolítið, hann var náttúrulega framleiðandi líka eða ekki? Jú, hann var framleiðandi líka og hann var svolítið með í eftirvinnsluferlinu já, hann kom oft og stundu kom hann bara til að hanga og kjafta og það var mjög skemmtilegur vera með í kaffinu þannig að það var bara mjög skemmtilegt, þetta var skemmtilegt ferli og þú, þú veist, og ég meina þarna þegar þú ert að vinna með þessum leikstjórum þetta er líka smá áhætta eða ekki, bara út af því að það er ekkert vita, þú veist, þetta er ekki John Wick 2 það vissi enginn að þetta er köld, hvernig var svona feelingurinn í liðin, þú veist, var ekkert mála að selja, ég meina tilvonandi kaupendum þetta, eða varst þú eitthvað inn í því? Jú, það var bara, nei, ég var náttúrulega ekkert inn í því, en þú veist, það var öllum samum okkur í fyrsta lagi af því enginn trúði að við kemst upp með þetta Jafnvel þó að Keanu Reeves væri búin að setja umsett við þetta Já, það var öllum sama Keanu Reeves var í mjög mikli látiðu í sínum karriér þegar þetta
Ok, hvað ári er þetta? Veistu það? Þetta við döðliðum mér hugsa nú, þetta ekki 2012 eða 13 eða 14, 2014 held ég að segja. Einmitt. Hann liði ekki alveg nóg lengi á Matrix. Nei. Það duði ekki svona lengi. Þannig að hann var bara í mjög miklu látið og hafði engin trú á þessu og ég er að reyna að muna hvaða stúdíó þetta var allt í mann ég ekki nafna á stúdíónu, þetta var Lionsgate átti sem sagt international rétt en það var ekki búið að selja sko domestic og myndin fór markað og fólk horfði ekki eins og á hana, það var bara einhverjir 2 stöndarar, Keanu Reeves, hún var ekki keypt, hún seldist ekki það seldist ekki domestic réttur á henni, þannig að Lionsgate tók hann fyrir 0 krónur veit ég og svo bara var myndin sýnd á Comic-Con svona ráðstefnu einhverju í fyrsta skipti og það tjúlaðist allt og bara byrjuði bara textaskilabúðan alveg bara í einhverjum panik, bara hvað er í gangi það bara Twitter logaði og það var allt vitlaust. Ok, og þarna stúdíóin að lesa salin vitlaust í rauninni? Já, algjörlega. Þarna sá þetta enginn fyrir? Nei, sá þetta enginn fyrir og ég vissi það, ég veit það því að pródusentin spurði mig einhvern tíma, við vorum að taka og ég var fengið til að koma að setja því að Nýkvist var þarna að leika vandagæjan og hann talaði sænsku og ég átti að koma og vera næs með hann af því að þetta var svona frekar einmannlegt allt saman og ég þannig eitthvað og við erum að tala saman og svo fer ég eitthvað út af því ég reykti á þessum tíma, fer út að fá mig sígarettu og þá kemur pródusentin alveg bara að skýti bara einhvernar þetta sem marga sögur, það kannski allt í lagi að segja þar en og bara heldur þetta að vera í lagi og ég sagði það við hann, ég sagði veistu, ef þú leifir þeim bara að vera í friði þetta verður köld og bara, ég sagði það við hann en ástæðan fyrir ég sagði þetta var að það sena með hvað er það, karakter sem assassin í myndinni ræðist á John Wick þannig í einhverju hótelherbyggi og ástæðan fyrir þetta kona vegna þess að þegar ég las handritið og svo þegar greið Chad og David þegar voru alltaf að lenda í mér þá sagði ég við þá, það allt og lítið á konum í þessar mynd og þið verður bara að hafa einn assassinin kona og þeir bara alveg what og svo voru þeir alveg til í þetta og skerði hana konu en sko gallin við þetta að það gerði svo seint á ferlinu og hún kannski ekki alveg nógu sko póliseruð en allavega það var semst að en þá fríkaði pródusentin út af því að hann vildi ekki að það sæist á henni þeir vildu bara þegar hún hendir henni gangin já, sæist að það sæist versumerki en hann var bara ofrættur framleiðandi og vildi það ekki og þetta var alveg bara nokkra dagar yfirildi og allt upp í háalofti og þú þarft alveg að standa föst á svona, að halda svona inn í myndinni? Nei, við fengum það ekki. Þið fengum það ekki? Nei, hann samþykti að þetta kvenn assassin en hann gæti ekki samþykti að hún yrði öll klesti fram. Það alls konar svona hluti sem þarf að díla við sem áhörundin hefur ekki hugmyndum. Já, og enginn hefur rétt og rangt fyrir sér. Þú veist, ég skil alveg áhyggjur framleiðandans, þú veist, en ég skil líka löngun þeirra til að gera það sama og þeir gera við alla hinna, fattaru, og ég skil líka mikilvægi þess að, þú veist, bara út frá jafnrétti sjónamið að við fáum að vera jafnir þáttakendur líka í aksjónmyndum, en svo skil ég líka að það getur bara verið mjög tryggarandi fyrir marga konur sem lenda í heimilisofbeldi sem bara mjög algengt, skilur, það svo margir fletir á þessu og svo einhvern veginn lendir þetta bara og vonandi þannig að sem flestir getur sætt sig við það, en ekkert sem maður gerir, ekkert eitthvað sem allir getur sætt sig við. Það bara þannig. Þú veist, maður færi mjög illa með sjálfa sig ef að maður ætlaði að taka með ómikið marka á því hvað öllum finnst. Þurftir að læra það erfiðulegðina? Já, já. Rekaðu ofta á þetta? Já, já, mjög oft. Og líka bara, þegar ég var að byrja í kvikmyndagerð, bara að sýna eitthvað sem ég hafði klift, ég var ælandi inn á klósetti af stressi. Ég var svo stressuð.
þetta bara aftur, af því þetta er svo mikill partur, þú er búin að leggja svo mikið af sjálfum þér í eitthvað svona verk og svo bara var ég bara inn á klósett og kastaði upp, ég gæti ekki eins og hort á sama tíma á fólk, þú veist, ég man var það ekki bara hvort það var hafið örglega, ég man það ekki, það var eina sem myndi, þá bara var ég inn á klósett bara kastaði upp, ég var bara oh my god og það hefur algjörlega elst að mér, ég er alveg bara ekkert mál, bara sýni hverjum sem er, hvenær sem er, hvernig sem er allt í fína. En hefur það ekki líka þá kannski eitthvað með að segja að þetta er mögulega ekki lokaútgáfan, þú ert ekki búin að gera allt sem þú ætlar að gera og... Jú, það er, en mér bara, maður er orðin svo kaldur, þú veist, það bara, já, ég á ekkert erfitt með þetta í dag, það er bara venst af manni. Líka þegar þú ert komin í svona stóra myndi, þá er svo stöðugt verið að fylgjast með því sem þú ert að gera. Að þú verður einhvern veginn bara að slaka áka hvert því, þú veist það bara, ok og en já og svo er náttúrulega, já maður les alveg dóma líka og ég hef verið mjög heppin en ég hef líka lesið á Twitter þar var einhver sem skrifa bara, hver var það sem klippti þessa mynd bara náðu þau í einhvern róna af götunni, þú veist og ég hló svo mikið mest að dásamlega og en þú veist, það bara, þú getur ekki gert öllum til hæfis. Þetta segir bara að þið finnist gagnrýnin dásamleg og hlægi bara að henni. Já, ég er orðin á gömul núna. Já, mér finnst bara gaman að því. Ef ég væri 20, þá hefði ég bara legið með póka inn í herbyggi og þurfti andi hann, skiluru, í örgla viku. Ég er það bara ekki lengur. Bara hann sjóuð í þessu? Bara hann sjóuð og bara búin að átta mig á því, það er ekki séns að gera öllum til hæfis. Það er ekki hægt. Þegar þú talar að fá það gegn að þessi assassin verði kvenkins, þegar kemur að því að þeir tveir leikstjórnir fari í sitt hvort áttina, einn gerir John Wick 2 og hinn gerir Atomic Blonde. Getur þú sagt mér aðeins hvað réði því, hvora myndina þú valdir? Já, sko í millitíðinni fórum við reyndar til Þýskaland að vinna einhverjar aksjónsenur. Ég, David og Chad fórum 3, vinna einhverjar aksjónsenur fyrir einhverja bíómynd sem að gekk ekki neitt, en það var mjög gaman þeir voru bara í vandræði með hana við vorum ekkert að klippa myndina við klipptum bara 2 eða 3 aksjónsenur sem voru settar inn í myndina og þá er sem sagt sitjum við og erum að tala saman og þá er augljóst að þeir ætla að fara í sitt hver áttina en það var þetta alltaf erfitt með John Wick af því að þeir leikstýrðinni báðir en svo alveg jafnt en svo er það Directors Guild í Ameríku sem hafnar þeim að deila krediti. Nei. Jú, þetta eru mjög stranga reglur og eitthvað, þetta er reyndar mjög óréttlátt og leiðilegt hvernig þetta fór, þannig að þeir fengu ekki báðir leikstjórna kredit á myndina. David fekk framleiðanda kredit og Chad fekk leikstjóra kreditið. Þannig lenti það. Bara út af einhverju reglugerð? Já, bara, þú veist, einhverjum fáránlegum reglum. Spesa, ég meina, síðan er frumsýning á myndinu og þú sé bara, producer og director og þetta bara er ekki rétt. Nei. Bara út af einhverju... Já, það er bara þannig. Já. Og en, já, og þá erum við að ræða þetta. Þá erum við í Berlín og erum að ræða þetta og þá segir Chad mér, hann sé að bíða eftir nýju handriti á John Wick. Ég var rosalega ósátt við það. Mér fannst verið að fara of snemma stað. Myndin var að gera vel svo fyrsta. Það hefði alveg mátt bíða lengur og mér fannst það að bíða lengur. Og mér fannst þeir ekki vera með gott handrit. Og þá lætur David mig fá handritið fyrir Atomic Blonde og segist vonast til að vera að fara á stað með það og svo var hann bara á undan Chad. Og ég svona líka bara, mér finnst bara vera pínur regla að þú veist, ef það er gott verkefni, auðvitað horfum maður líka á það þarf að vera gott handrit, það þarf að vera gott fólki í kringum það, en ég tel stundum konunnar og þegar aðaleikonan til dæmis eins og í Atomic Blonde er Charlize Theron, og þá voru fleiri og hvern framleiðandi líka sem er skipta máli og þá fór ég frekar með Atomic Blonde. Og það hefur verið svona smá regla hjá þér, hefur þið talað að velja konur? Já, ég gerir tóltum mikið af því, en auðvitað hafna ég ekki flottu verkefni af því að, þú veist, af því að það er kannski 1 eða 2 færri konum, en ég reyni
eins og ég get að hafa þetta reglu. Já. Var Atomic Blonde skemmtilegt verkefni líka? Já, það var mjög skemmtilegt og við tókum það í Budapest sem var mjög gaman og... Ferð þú mikið með í tökur? Já, alltaf með í tökum. Ok, þannig þú ert í rauninni, þú ert búin að lesa handritið, þú ert búin að kynnast fólkinu og náttúrulega sjálfsögðu leikstjórunum og öllu því og þú fylgist með tökunum og þú sérð hvað er verið að taka upp og þú færð það síðan allt á matreiðsluborðið í tíðin. En hins vegar, þetta er svo skrítin bransi að því að svo það er mjög auðvelt ef það er eitthvað kannski, okkur vantar close-up eða medium shot eða þú veist eitthvað svona inn í senu, allt í fína en ég hef alveg sett það að við þurfum, okkur vantar þessa senu okkur vantar hana eitthvað sena sem er ekki til, við þurfum að búa til þessa senu og svo er farið að stað og hún er hugsaðan skrifuð en svo fáum við ekki leyfi til að taka hana af því að úti með þessar myndir það er bondfyrirtæki sem er með bonds, svona fjárhagslega bonds Já. sem er búið að sko leggja niður hvað verður tekið og það þarf að tekið all boxin og svo stundum komist við meira svo upp með það eins og til dæmis ef að ég er heyrðu það væri rosalega fínt að fá close-up á þessu en af því að það er ekki bondlistanum þá er það oft sett aftast í einhverja aðra tökku á annað sleit skilurðu þannig að maður er að fela það inni af því að bondfyrirtæki bara og það er til þess að hlutinni fari ekki fram úr fjárhagsáætlun að bondfyrirtækin eru svona rosalega ströng á því að það getur bara verið rosa erfitt að breyta einu eða neinu eftir þú er komin í tökur pluss það að þegar þetta komið í þessa stærð eða þessa sem peninga þegar það eru $200,000 þú veist $200,000 mynd eða $100,000 mynd eða meira milljón svo fáranlega peninga sem maður að tala $100 million mynd eða meira að þá er þetta bara orðið svo mikið að framleiðendum og öðrum þannig að þú veist alla breytingar eru seigar af því að það þarf að fara í gegnum alla keðjuna á meðan við erum í tökum svo fer í klippið það var bara skiptir engu máli við getum gert það sem okkur sýnist og þá bara gerum við það sem okkur sýnist þanga til kemur að sem sagt út það sem kallast director's cut en þá kemur stúdíóð yfirleitt inn og þá geta þeir haft skoðanir eða ekki, en jú, yfirleitt. Er það fyrsta sem að stúdíónu fá að sjá, er það director's cut? Já. Já, ok. Og director's cut, eins og bara eitt vinsasta director's cut sem ég ætla að manna eftir akkurat núna, það er bara eins og Lord of the Rings, að fólk sem dyrkar Lord of the Rings, það getur hort á Lord of the Rings director's cut. Heldur þú að það sé í alvörunni director's cutið? Upprunalega director's cutið? Þú er ekkert að segja það. Og alveg örugglega ekki. Nei, okay. Alveg örugglega ekki. Það er bara svona lengri útgáfa, það er extended version. The Snyder Cut, það er nú aldeilis frækt director's cut. Hvað er það? The Snyder Cut hefur ekki, ok, nú þarfstu bara að googla þetta. Snyder Cut? Já, hvað heitir hann Snyder sem gerði ofurhetjumyndina Ég er að kíkja á þetta Já. Zack Snyder's Justice League. Justice League, já. Að þann fjekk ekki director's cut á Justice League sem kom út fyrir 4 árum eða eitthvað, kannski lengra og þannig að nú er búið að vera rosa barátta og þetta er bara millumerki á Twitter að hann fengi director's cut og svo fjekk hann það og það kom út núna fyrir nokkrum dögum og ég bara séð rosalega lítið það síðan en það svo fyndi það því að vinkona mín, hún Dodie Dern sem er mjög góð vinkona mín, hún er búin að vera að klippa The Snyder's Cut í alveg heilt ár núna sem er sem sagt director's cut en hún var sem sagt allt síðast ára að klippa Snyder's Cut. Hvað kemur til að þú fyrir að vinna Deadpool myndunum? Það er með David Leitch, já. Hann leikstýrir þeim? Hann leikstýrir Deadpool, já. Númer 2? 2, já. Þú komst ekkert nálægt upprunalegu? Nei, það var líka svona upprunalega öllum að sama. Það skipti sér engin af þeim þegar þú voru að gera Deadpool. Það hafði engin trú á þessari mynd og engin las á rúmið og hún bara sprakk og var svona rosa köld mynd. Svo komum við að gera Deadpool 2 sem að ég var enda pínu ósátt við og en David seldi mér þetta þannig að við værum bara svona að
þú veist, fest okkur í sessi og hérna eitthvað svona, ok og förum að gera Deadpool 2 og það er bara hver einasti miðjustjórnandi í heiminum er mættur til að pissi í þetta hot, fattar að merkja umhverfi og það er bara þetta er eiginlega bara verstu upplifun ever, þetta var hræðilegt og hérna nei, ok, það var ekki hræðilegt ég er sem mikil dramadrottning þetta vinn ég í drama en þetta var mjög erfitt hvað það var mikið af fólki að hérna koma og hafa skoðanir af því að það ætlar að merkja sér smá svæði og út af því að Deadpool var orðið vinsælt og af því að það var orðið svo vinsæl og 2 þá er þetta orðið ofsalega miðjustjórnað. En Deadpool á nú örugglega smá stað bara í þinni lífsferð þið náttúrulega lendið í því þarna það er banaslys á tökustað. Já, það var hræðilegt. Já. Hvað gerist þar? Það er sem sagt stuntkona Jojo sem að hérna það veit enginn hvað gerðist og það er náttúrulega hægt að tala endalaust þetta en það er sem sagt verið að gera mjög ómerkilegt stunt og í rauninni er þetta valla stunt en það kallast stunt af því að það er mótuhjól á staðnum og hún er á mótuhjólinu og eins hræðilegt og það er þá er hún ekki með hjálm og hérna sem er hræðilegt og bara mjög sjokkerandi að fatta að hún er ekki með hjálm og hérna og takan er búin að ég hef hort á þessa töku aftur að hún sem sagt kemur niður svona hérna lítinn pall í rauninni á móti hjólnu fram hjá kameru og hún er ekki á mikill í ferð og hérna hún er í rauninni bara að renna niður og rennur fram hjá kameru og hérna þetta er á götuhorni í Vancouver niður í miðbæ og það var hérna second unit director sem var að taka þetta ekki David og hann segir cut og hérna og svo bara heyrist svona rosalega læti þá einhvern veginn í staðan fyrir að bremsa þá einhvern veginn fór bara á bensíngjöfina og gaf í og fór yfir göttuna og inn í verslunarglugga. Þetta er bara hræðilegt slys og hérna og það voru allir í algjör áfælli. Vart þú á staðnum hana? Nei, ég var bara upp í Klippiherbergi og var ekkert að pæla í þessu og svo bara lá öll pródúksjón niðri það sem auðvitað, það sem eftir var dags, þetta var svo mikið sjokk og hérna bara lífsglöð, ung kona með mjög hæfileikarík og með lífið framundan og hún er bara farin og í sem betur fyrir þetta ekki algengt. Nei. En það gerist í kjölfarið þessu þá hérna koma í ljós mikil veikindi hjá þér. Já, svo krassa ég bara og í rauninni gerist það þennan dag þegar Jojo fer og þá fæ ég bara allt í hennu svona rosa krampa og hérna skil ekki í þessu og líður svo illa og bara alveg búin á því og hélt bara að það væri sorg, skilurðu bara hefði fengið sjokk eins og allir hinnir og bara þeir heim og eitthvað svona og svo bara ákjast þetta og svo kemur bara ljósa ég er bara komin inn á spítala og bara á innan við 2 vikum og er það bara greind með 4. stigs krabba og ég held líka bara það voru ekki 2 vikur síðan Jojo fór ég held að allir hafa bara hugsað þú veist bara ekki meir og hérna allir sem við koma myndinni já, sem er að vinna bara, með teiminu veist, ekki meir og hérna og ég fekk rosalega stuðning frá mínu fólki og hérna náttúrulega David og Kelly og Ryan var dásamlegur Ryan Reynolds og já, rosalega hjálpsamur og hérna og þau bara enduðu, þau sló í púkk sko, Ryan og David og Kelly sló í púkk og hérna sendi mig með sjúkraflugi til LA. Er þetta að gerast á bara þessum pínulitla tímarama ennþá? Já, þetta er bara að gerast strax? Já, þetta er alltaf að gerast mjög hratt. Ég meina, þú veist ekki búin að vera vikurnar eða mánuðin á undan, ég meina það er bara allt í einu greind með 4. stigs. Já,
reyndar hafði sko sumarið, nei, fyrir ekki jólin áður, þetta er nú sumar sko í júli, ágúst eitthvað tímann, ég man ekki alveg en þetta er eitthvað tímann síðsumar og jólin áður hafði ég greinst með sem sagt í eitla með einhverja frumu og það var tekin eitli og svo held allir að það væri bara orðið fínt og ekkert mál og smá aðgerð og ekkert mál en þá hafði þetta bara farið svona verið að grassera í brisin á mér sem sagt og en ég bara bjargaðist og allt er fína og ég er lifandi í dag en það er hræðilegt að hugsa til þess og ég veit ekki hvort en þú veist að en kvikmyndagerð er náttúrulega rosalega stór hópur af fólki og og það verður þannig banastleys og það er hræðilegt en svo til dæmis bara ég veit ekki hvort það var bara eitthvað yfir þessari pródúksjón eitthvað bara bölvun eða eitthvað, ég veit það ekki kannski, en fyrst fer Jojo og svona sorglega svo verð ég veik svo lendir búningahönnurinn í rosa bílslýsi var keyrt á hana þar sem hann var á hjóli þú veist í pródúksjónni og svo áður en við náðum að klára myndina þá var ein ungkona stöldari sem var ákvaða að kveðja okkur líka hún sem sagt ákvaða að gera það lokaði sinni og þetta er bara, já og svo verður maður hálf sjokkaraður þegar maður hugsaður þetta en svo verður maður líka að muna að þetta eru svo ofboðslega stór hópur og lífið er bara svona hart þú færð bara svo stóra í rauninni sneið af lífinu þegar þú ert að vinna með svona stórum hóp eins og ég sagði áðan kvikmyndir eru hóplist það eru þúsundir manna ég þóra að segja þúsundir manna sem vinna að einni svona mynd Þess vegna kannski kemur smá óvart að heyra að þegar þetta banaslis á þessu stað að þetta snerti í rauninni alla þetta var ekki þannig að þessi aðli bara lítið peði í framleiðslunni eða þá þegar þú veikist þetta er alveg tökuliðið er allt saman í þessu Já, þú ert náttúrulega þetta er mjög náið þú veist, þú ert oft ekki heima við fólk er erlendist mikið þú veist, þarna vorum við í Kanada og við erum að koma náttúrulega allstaða frá og mikið að Kanadamönnum en við erum náttúrulega að koma allstaða frá og stundum eins og við vorum á Atomic Blonde vorum við í Budapest á John Wick vorum við í New York á Kontrabandi vorum við í New Orleans þú veist, þannig að fólk er aldrei heima hjá sér, það er einhvern veginn þannig að maður þarf svona að styðja við hvort annað En þegar að þú greinist með krabbameini, ég meina, þú veist, ég þekki þið nú ekki persónulega, en þú verðist nú vera bara nokkuð svona köld og hörð af þér, hvernig fjórðastigs krabbamein, fékkst það eitthvað að vita þetta, fékkst það eitthvað að vita lífslíkur eða þess Já, ég náttúrulega er orðin svo slæm þarna, það tók rosalega langa tíma að finna hvað væri að mér. Ég fór í margar ljósmyndatökur og kom allt inn í ljós að ég var með ofnæmi fyrir eitthvað litarefni sem gerði allt erfiðara fyrir að komast að þessu og eitthvað svona hafði enga hugmyndum sem betur fyrir aldrei farið í svona tækið þannig ég vissi ekki að ég væri með ofnæmi fyrir svo en það kemur í ljós að ég er sem sagt með ofnæmi fyrir eitthvað litarefni sem er notað í myndatökur og ég er orðin eiginlega bara hálf meðvitundalaust þegar þetta kemur í ljós sko og er bara mann rosa lítið eftir mér stundum var ég sprautið upp með sterum og þá svona vaknaði ég upp og en ég var bara með svona næringu í æð og gat ekkert borðað og ég var náttúrulega bara þeir gáðu mig 6 mánuði í Vancouver þeir sögðu að þeir getu haldið mér á lífi í 6 mánuði og sé til þess að það væri sársaukalaust sko ég fékk ekkert að frétta það ekki af því að það væri verið að fela það fyrir mér heldur bara ég var svo meðvitundalaus og ég hafði enga hugmynd og og náttúrulega aðalega bara verkjalyfjum líka Þannig allt í einu lífsaðstæði þínar bara orðnar svona Já og þegar ég segi meðvitundalaus þá meina ég ekki meðvitundalaus ég var bara svo dópuð þú veist en já
En þú veist mjög góða læknismeðferð og Fékk alveg bara, þetta var bara kraftaverk. Ég fór í eitthvað sem heitir immunotherapy og hjá The Angeles Clinic sem hjá Cedar Sinai hérna spítalanum og bara fékk einhverja, þú veist, topp þjónustu sem fyrir... ekki öllum gefin. Og spilaði þarna inni að þetta fólk sem hún nefndir áðan? Já, það fann læknin. Reyndar komið 2 læknar til greina og það var hann Hamid hjá Angeles Clinic og svo einhver annar læknir hjá öðru sjúkrahúsi sem var sérfræðingur í brisi á meðan Hamid sérfræðingur í sem sagt melanóma krabba sem var krabbin sem ég var með í brisi og sonur minn var að segja mér þessu sögum minnst hann svo fallega, hann sat sko fyrir utan herbergið mitt og var bara að velta þessu fyrir sér. Það var einhvern veginn hann þurfti að taka þessu ákvörðun sonur minn, hvaða lækna ætti að senda mig til og hann situr þarna og að baslast með þetta og þá kemur aldrei læknir í Kanada gengur eftir ganginum og hann með nafnspjald og það stendur Dr. Hamid hann hugsaði bara ok, þannig var svo ákvörðun tekin að það var sem sagt annar Hamid á Vancouver Hospital og þess vegna var það valið að þú færir undir hans hendur. Já, og bara blessunarlega og það gekk allt vel og fór í þessa immunotherapy og eitthvað sem ég voða lítið inn í þessu en þetta eitthvað sem kallast blokkerar, beta-blokkerar, þar sem þeir blokkera prótein sem krabbinn notar til að dulbúa sig sem heilbrigt tissue. Ok. Þetta eins og vísindaskáltsaga, mjög impressive. Og það sagan segir að Ryan Reynolds hafi tóið einhverja spotta þarna til þess að... Hann reyndi, læknirinn minn sagði mér reyndar, þú veist, viltu hætta að segja um að hringja, ég hefði alltaf tekið við þér. En hann var mjög sætur. Þetta mynda mér það sem mér rúlað inn á spítala með fangi fullt af einhverju dóti sem Ryan var að senda lækninum, svona árita plakat og einhverju bólir fyrir sína, þetta er allt eitthvað svo fáránlegt. En, og ég veit það, þú veist, ég bara hef ekki pláss í lífi mínu af því að ég get ekki gert neitt við því, annað en að vera bara þakklátt fyrir að hafa fengið þessa þjónustu og fengið þessa lækningu, en mér finnst hræðilegt að það hafi ekki allir aðgang að því og það hafi ekki allir aðgang að þeirri þjónustu sem ég fekk. Það er alveg á hreinu. Ekki í Ameríku heldur. Fæstir í Ameríku hafa aðgang að þeirri þjónustu sem ég fekk. Jafnvel þó að tryggingar séu inn í spilinu? Nei, ef að tryggingar í spilinu, já, það eru mjög fáir með góða tryggingar í Ameríku, svona góða tryggingar. Já, einmitt. Ég er með tryggingar í gegnum Union mitt en í kvikmyndagerð hefur samist mjög góða tryggingar þótt að sé að fara vestmandi. Mér skilst að þær hafa verið betri fyrir nokkrum árum af því að þetta er alltaf ykkur samningar á, þú veist, reglulega á milli unionuna og tryggingafyrirtækjana og svo framvegis. En þetta eru ennþá einhverja bestu tryggingar í Ameríku sem fást í gegnum unionin í kvikmyndagerð. Og þannig að bara ef það hefði ekki verið fyrir stuðning aðalna sem voru að vinna þessari mynd með þér, þá hefði mögulega bara þessi meðferð ekki verið í boði? Jú, ég hefði alltaf getað fengið þessa meðferð af því ég er með svo góða tryggingar. Já, ok. Hins vegar var ekki inn í tryggingunum mínum að flytja mig með sjúkraflugi frá Kanada til LA. Inn í tryggingunum mínum var að flytja mig með flugi, ég hefði fengið flug með hjúkrunarkonu. Ég var bara alltaf veik, það var ekki hægt að setja mig í flug, ekki einu sinni með hjúkrunarkonu. Staðan var svona slem. Já, þannig að ég hefði aldrei komist nema því að þau setti í pók og flugu mér yfir. Vá. Og þetta fór vel, ég meina... Já, ég er hérna þá. Það er hvað, allavega er ekki komin að verða 4 ár síðan. Og er þetta ströng meðferð sem þú hafði meðferð áhrif á þig eða? Já, þetta var, það virðist vera að það þurfa að reka illt út með illu, þannig að þetta var alveg hefi og en gekk mjög vel og maður missir reyndar ekki hárið, en ég varð alveg hvít. Ég er svo fín núna því að það var verið að lita mér augbrúnir og hár, en ég er alveg skjanna hvít hár og augbrúnir. Já, ok.
Ég var eins og En hárið á nei, höfðinu? hárið breyttist ekkert, gránaði bara en breyttist ekkert, mest það ekki. En samt augnhárin sem Augnhárin urðu alveg skjannahvít og hann var alltaf svo ánægður læknir minn eftir því sem ég var hvítari af því að þá svo hann lyfin að virka. En já, ég var svona, ég breytist í mutant. Mér fannst svolítið krúttlegt að sjá þegar að síðan ríkiskilja rétt sonuðin átti ammæli og fer í bíó með vinnu sinni. Þetta bara aftur. Fólk alltaf að segja, Hollywood, þetta ömulegt fólk að stingu því í bakið um leið og snýrði við. Það ekki þannig. Ég á bara yndislega vinni og hef kynnst voða litlu öðru en yndislega heitum. Og því betur sem fólki gengur virðist ganga því yndislegra virðist að vera. Aftur með örfáum undantekningum. En ég hef bara kynnst mjög góðu fólki og það var svo fallegt. Geturðu að sagt okkur hvað gerist? Já, þau tóku vídeo upp fyrir hann, það sem að Deadpool óskar honum til hamingju ammælið. Og meiri segja Art Production deildin teiknaði myndir af sinni mínum og besta vinan sem barnabarnið mitt, Ronald frændans, teiknaði myndir af þeim sem að því að Deadpool heldur ofta á svona teiknuði myndum, svona barnalegum. Einmitt. Það var mjög krúttlegt. Og síðan þetta sýnt, þeir að fara að horfa á myndina og þá þetta spilað í bíósalnum Já, þegar hann hélt upp á ammælið sitt í bíópartís, þá fékk ég það til að spila kveðjuna á undan. Gekja. Og þeir vildi alls ekki missa þig úr teiminu þegar þú veikist. Þú heldur áfram að klippa Deadpool. Nei, ég veit það, sem náttúrulega aftur, bara svo mikið gæfa. Ég náttúrulega kem út, þetta í júli-ágúst sem ég verð svona veik og það ekki fyrir en í desember sem ég kem út á spítalanum og þá ég svona frekar veikburða og ég gat ekki keyrt bíl, ég gat ekki labbað, ég var náttúrulega alveg hræðileg. Ég var bara, búin að vera í marga mánuði bara, ég rugli. Þannig að ég fekk að klippa heima bara svona eins og það væri COVID af því í dag þekkaði allir það að vinna heima en þá var það bara ekki, það var algjör undantekning og var bara að klippa í einhverju Airbnb í Venice það var mjög fínt sko. Og maður þarf ekkert meira en það en bara Airbnb íbúð og þá getur maður klippt blockbuster. Já, ég ætla bara að segja það að klippa bíómyndir, hvort sem það af því að ég hef alveg klippt ég klippti Svaninn til dæmis sem íslensk kvikmynd, klippti hana á eldhúsborðinu heima, fattaru og svo fer maður og ég hef líka klippt myndinni sem ég að klippa núna, ég var send í COVID-einangrun daginn af því að sonur minn í MH og það var því miður kennari sem fékk þetta og allir sendir í sóttkví og ég náttúrulega með, $100 million kvikmynd, ég get ekki bara, ég kom í sóttkví þannig ég var eitthvað í panik að grípa eitthvað græjur og fara með út í bíl og heim og bara setja upp á eldhúsborðinu maður þarf ekkert meira skilurðu, þetta það sem þú þarft og svo bara vinnur með það en luxusin meira bara, það alls konar luxus í kringum þetta sem hefur ekkert að gera með kvikmyndagerð skilurðu í kringum þá glamur já, að vinna við svona stóra myndir þú veist, þér fært kaffi á mótnana, þú veist, gott kaffi ég farið það nú gott kaffi hérna já, en það þú ekki fátak íslensk kvikmyndagerð en nei, en skilur, það svona meira aðeins luxus hvað það varðar að það svona stærri herbeggi, flottir sófar eitthvað svona, ekkert að þessu nauðsynlegt að klippa bíómynd já, í grunninn þau bara að klippa bíómynd í grunninn, ég með að klippa Brad Pitt bíómynd, Brad Pitt og Sandra Bullock og þetta allt bara eldhúsborðinu heima hjá mér í sóttkví skilur, af því þú þarft ekkert meira fyrirgeðu, að klippa hana svo náttúrulega, fyrsta lagi þarf náttúrulega að taka allt sem var reynda gert í COVID og ég var gert í Sony stúdíónu og í miðju COVID sem var náttúrulega bara afrik út af fyrir sig en svo klippir maður og svo þú veist þarf náttúrulega að gera hljóð og ég gerir mig grein fyrir því að þú mixar eins og við vorum að tala áðan að maður mixar ekki bíómynd bara endilega kannski ef þú ert með góða heyrnartól, ég veit það ekki en þú ert að vera í topp aðstæðum þar þú þarft að vera í topp aðstæðum til að mixa vel
held ég. Og litgreina náttúrulega líka. Hann eins og sagðir þá lýst hann Hjörtur sameiginlegur vinnur okkar Fóðuvatn, endilega. Hann lýsti þér sem minnst meðverkustu mannesku sem Mér finnst það svo fallegt. Ég held samt að ég sé meðverkasta manneska sem til er. Er það ekki oft þannig? En það er mjög gott að við sem ósátt það. En þú og síðan í kjölfarið fór ég að kynna með þig, þú meira að segja skilaðir fálkaorðunniðinni sem þú hlaust. Já. Eitthvað sem að þykir gríðarlega mikill heiður fyrir Íslendingar hljóta. Já. Hvað kom til? Veistu það, ég í rauninni átti þetta alltaf erfitt með að taka mótinni til að byrja með. Okay. Ég hugsaði mig lengi og er mjög þakklátt fyrir, og það þýðir ekki að ég sé ekki þakklátt fyrir heiðurinn, af því ég er þakklátt fyrir heiðurinn. Ég er þakklátt fyrir það að einhver hugsaði til mín og ákvaða ég ætti svona orðu skilið. Mér finnst ofboðslega vænt það. En hins vegar verður maður svona aðeins að velta fyrir sér hvað stendur hún fyrir þessu orða. Og ég veit það er svo mikið af fólki sem hefur fengið þessu orðu sem á það skilið, hefur unnið vel, gert gott fyrir land og þjóð og eða börnin í landinu eða hvað það er. Þú veist, það er til fólk sem á það svo yndislega skilið og ég er svo glöð fyrir þeirra hönd. En svo er bara alls konar fólk að fá það sem maður að hugsa býtu, hvað stendur þetta fyrir núna? Þú veist, þegar alls konar fólk sem er dæmt fyrir alls konar hluti er að fá þetta og fjárklæframenn og svo er bara mætir Pía Kýlstrup á einhverja undarlega þjóðveldisháttíð á Íslandi og fær bara orðu og er einhver mesti rasisti sem sögu fara af og að koma Danmörku aldeilis á toppinn, hvað varðar það allavega á Norðurlöndunum og eða í Evrópu eða Norðurlöndunum og og ég var bara svo reið. Ég hugsaði bara að ég vil ekki vera í þessum klúbb. Og mér finnst þetta óvirðing. Gagnvart þeim sem eiga skilið að fá viðurkenningu fyrir sín störf, þá finnst mér það hræðileg óvirðing að klína orðu einhvern stórrittarakross á Píu Kýlstrup. Mér finnst það hræðilegt. Og vanhugsað. Og bara gera svo lítið úr þessu. Og ég menn ekkert bara það fullt af þessu fólki hana. Maður var bara að vona að við værum að læra, við værum að færast fram, þú veist að ýmislegt gerist í fortíðinu sem ekki hægt að taka tilbaka, svo höldum við áfram en þetta fannst mér svo sannarlega ekki merkjum að við værum að fara að hugsa okkur betur hvaða fólk við nutum axlir við eða styðjum, af því að svona orða til Píu, það getur alveg eitthvað fólk í vinstur grænum reynd að segja mér að þetta sé bara eitthvað automatist, automatist líka stuðningur. Þannig að ég bara vildi ekki taka þátt í þessu, skila henni. Og í opinberri tilkynningu frá þér þá, eða þegar þú lýsir yfir allar skilinni, að fannst mér svolítið gott sko, þú ég meina þú sýndir þessu mikla virðingu eins og þú gerir núna, en þú talar líka að sko, einhvern tímann þarf maður að sýna hvar hugum hans liggur og það þarf að gerast í verki. Og líka bara þetta, hvernig ætlast maður til þess að eitthvað breytist í heiminum ef maður aldrei til í að gefa eftir af sínum eigin forréttindum og að fá svona orðu eru svo sannarlega forréttindi og en það breytist aldrei neitt ef við erum ekki til í að gefa eftir af okkar forréttindum og þannig að sem er eitthvað sem mér langar að reyna þótt mér takist það ekki alltaf langar að reyna að lifa eftir að skilja að ég þarf ekki öll mín forréttindi ef að það getur hugsanlega orðið til þess að einhverjir aðrir hafi það betra. Skilur hvað ég við? Og þegar kemur að útlendingamálum og málefnum flóttamanna, þá býður mér svo við því hvernig staðið að þessu heima, hvað er lítil mennska, hvað er lítill skilningur á stöðu fólks á flótta, hvað er lítill skilningur á því sem þau hafa gengið í gegnum, hvað er lítill skilningur á því að fólki er svo mikið það að komast í frið að það skrið upp á eyju í miðju Atlantshafi til að biðja hjálp og hvernig við förum með það mér bara hreinlega býður við því og ég ætla bara að halda því fram að það sé ekkert óvart þetta er svo augljós stefna stjórnvalda og þá bara aftur það er ekkert hægt að fela sig á bakvið eitt eða neitt fólk verður dæmt að gjörðum sínum og það er bara mér finnst ekki alveg ljóst fyrir að þetta er skýr stefna stjórnvalda að fara illa með þetta fólk. Og það var þá
ég býst við að það hefur líka bara verið smá erfitt fyrir þig, eins og talar þessi forréttindi að fá þessu orðu, að bara gefa þetta upp. Að gefa skilinu tilbaka, ég meina, því líkur heiður og allt það. Mér fannst það var ekkert, ég þurfti alveg, og ég varð svona aldrei reið líka, af því að mér langar að fá að vera stolt að því að vera með orðu. Nákvæmlega. Mér langar að vera stolt að tilheyra einhverjum hóp sem að hefur unnið vel og mikið verk. En svo fattaði ég allt inn að svo bara eitthvað fólk að fá þetta automatist þótt að standi fyrir alls konar suppuskap. Og það bara, hvers virði það þá? Og hvers virði eru þessi forréttindi þá? Og þannig að, mér fannst þetta leiðilegt mál, en ég sé ekki eftir því að hafa gefið hann eftir, aldrei. Ég sé alls ekki eftir því, af því að, mér finnst skipta máli að við stöndum með sjálfum okkur, stöndum með öðrum, og gerum okkar til að skapa heilbrigðara samfélag og þótt að ég hafi ekki komið að staðin einni hrínu af því að fólk sé að skila orðunum sínum sem að geta náttúrulega hugsanlega verið viss vonbrigði, en að þá gerði ég það og ég get alveg hort fram í börnum minn og sagt ég reyndi mitt, eða skilur þótt að það fylgist ekki bara í því að hafa skilað orðu, en ég held bara maður þurfa allan daginn bara að hugsa hvað get ég gert eins og staðan núna til að reyna að bæta þann heim sem að minn raunveruleiki nær utanum. Nákvæmlega, og hafa áhrif. En talandi að standa með sjálfum sér, ég meina þú bara í þinni vinnu, út af þú ert verktæki, eða ekki? Þú bara tekur að þér alls konar verkefni og þú talaðum líka að bara stundu þetta maður taka sér verkefni bara til þess að eiga fyrir sér og sínum, en að standa með sjálfum sér og bara og neita verkefnum, hefur ekki líka þurft að gera það? Og ég veit að þú til dæmis bauðst eitthvað Marvel gig og Hobbs and Shaw þannig að þú hefur líka þurft að standa svolítið með sjálfur þar, eða ekki? Jú, ég hef ekki þurft að gera það og ég og Davíð, okkur lenti dálítið illa saman, David Leitch, þegar ég kalla hann alltaf Davíð. Ég og David Leitch, okkur lenti saman að út af því að ég vildi ekki taka Hobbs and Shaw sem þá svona framhaldsspinn af Fast and Furious. Fast and Furious, sem myndir sem mér finnst það ekki skemmtilegar. Það þýðir ekki að það sé ekki skemmtilegar, mér finnast það ekki skemmtilegar og pluss það að mér fannst það rosalega erfitt að sjá samningana því að maður svo bundin og ég spyr hann líka bara hvernig eigum við að vinna þetta? Ef að þessi verður að hafa jafnmörg högg og þessi verður að hafa jafnmarga brandar og þessi, þetta er svo marga stjörnur það þurfa, þetta er bara henni samningun. Þú ert að vinna út frá svoleiðis kríterjum þessi þarf að byrtast með svona marga brandara. Ef þessi kýldur þrisvar þá verður að kýla þennan ef þessi fari kýla eitthvað þrisvar þá verður þessi að fá að kýla þrisvar. Og ég mögulega bara umbóðsmenn aðaleikara að berjast fyrir þessu? Já. Okay. Og þetta er ekkert endilega leikarannir en umbóðsaðaleg og þetta er bara í samningum. Þetta er ekkert leyndamál, ég er ekki að kjafta neina því þetta uppljóstraðist stuttu seinna, ekki í gegnum mig. Ég sagði ekkert fyrir núna, en ég tristi mig bara að tala um það núna af því að þetta kom í ljós og urðu fréttir. En ég skildi ekki hvernig við ættum að gera þetta og þetta myndi bara einhvern veginn. Og ég held líka að ég hef bara verið þreytt. Að takast á við þetta. Af því þetta, fyrir mér var þetta bara einhvern veginn svona musteri svona hvernig á ég að kalla það nú það er auðvitað að finna orða á þess að fólk geta miskilið það en ég var bara ekki til í þetta og ég hef aldrei verið til í Marvel og ég hef hafnað 3 Marvel myndum sem ég hef hafnað og sagt bara nei takk, hef ekki tíma eða eitthvað og einhvern veginn bara svo hringdi hún Victoria Alonso sem er einn af 3 topp framleiðendum hjá Marvel hringdi hún í mig og fekk bara svingar hverja þá var það Victoria Alonso alveg brjálið bara Elisabeth, hvað ertu að gera? Hún er frönsk, ég ætla ekki að fara að þykast að tala með frönskum heim en þá sem sagt sagði hún bara við mig, hún sagði prófa þetta í 1 ár ef þið líkar þetta ekki, þá gerir það aldrei aftur og ég hugsaði bara, já ok, hvað er að mér? Auðvitað ger ég, og auðvitað bara, hún er dásamlega, hún Victoria, og ég hugsaði bara, ég get ekki gert neitt, en maður bara sagt já. Og tók Shang-Chi, við fórum til Ástralíu,
Shang-Chi sem í væntanleg bara eftir núna, einhver ári í september Nú, ok, já, vona ég. Marvel mynd já, í september það átt að frumsýna hana 3. febrúar en núna hún vonandi að koma í september Ok. en COVID hefur ítt öllu skilur það allt í rugli Jú. og við fórum til Ástralíu, fórum til Sydney í tökur og þá bara skellur COVID á og það fyrsta sem mér datt í hug náttúrulega var bara Deadpool þú veist, af því allt snýst mig ég nafli alheimsins Yep. og þá fattaði ég allt í hennu Deadpool sko að hluta til framleitt að Marvel af því að þeir eiga Deadpool nafni, þeir eru með framleiðslukredit þótt þeir skipta sér ekki af framleiðslunni þá eiga þeir framleiðslukredit það 4. stigs krabbamein full blown Marvel framleiðsla heimsfaraldur ég ætla aldrei að vinna fyrir Marvel aftur en svo kannski snýst þetta ekki mig, ég veit ekki Það kjarnorkustyrjöld ef þú tekur næstu Marvel myndaðar já, en ég held samt að þetta snúist ekki mig en allavega þá lokast vinni í Sydney í Ástralíu og vorum þar í heilt ár ég kem í byrjun janúar og til Sydney og fór upp á miðjum desember Wow, bara út af þú bara læstist inn í Ástralíu við læstumst inn í Ástralíu og ástæðan auðvitað hægt að horfa í bakspeilin og hugsa hvað þetta var allt asnalegt en þegar þetta gerist vissi enginn hvað var eiginlega í gangi og fyrst reynum við vorum í tökum þannig að fyrst reynum við að halda áfram í tökum svo var það stoppað og þá vorum við í post að hugsa hvað á að stoppa okkur líka og það voru alveg nokkra vikur sem gengur, já, þegar það vinna viku í viðbót svo farið á hiatus en þeir með ekki fljúa sem svona launalaust frí en þeir með ekki fljúa úr landi af því að við vitum ekki hvort við getum komið fólki tilbaka, þú veist þetta var alls konar svona bara launalaust frí en þeir með ekki fara já, ég veit það er alveg bara dásamlegt en myndi samt borga þú veist húsnæði og dagpenningu og svona allt fína það gerðist aldrei, við fórum aldrei í frí en ég lærði náttúrulega unga bjarga mér og þegar þetta skalla á og það leit út fyrir að þeir ætlaði að senda okkur í ótímabundið launalaust leyfi först í Sydney í Ástralíu og ég sagði bara, hvað gerum við? Þá hafði Netflix samband við mig, eða reyndar það smá lygi, vegna það var ekki Netflix heldur það mynd sem David og Kelly eru að framleiða fyrir Netflix og hafa samband og spyrja hvort að ég geti tekið mynd sem að þau lenti rosalega vandræðum með og þurftu aðstofið og ég segi bara já endilega og svo fer ég á eitthvað fund þú veist ég þurfti að pizza hvað ég horfði á myndina og þurfti að pizza hvað ég vildi gera til að breyta henni og sem var basically endurklippa alla myndina og fer á fund með Netflix og þá eftir þann fund þá samþykja þeir að þeir sendu klippi aðstöðu til Sydney ég var á hóteli sem betur fyrir var ég með svona hótelíbúð og var með auka herbyggi setti bara upp klippigræður þar og sendi mér harðan disk með öllu efninu og svo bara klippti ég þessa bíómynd Kate á meðan ég var að klippa fyrir Marvel Shang-Chi af því að við héldum áfram að klippa af því að sko það er svo undarlegt með Marvel eða ekki undarlegt, það er bara dálítið spennandi og skrítið kannski líka en það er búið að taka alla myndin og gera hana klippimynd þú veist það er til animation teiknumynd af myndinni í alveg? Já, það sem er búið svona meir og minna, það eru gloppur í því en meir og minna er alveg búið að animera alla myndina og við vorum í sem að vandræða með 3. aktin þannig að þá vorum við bara að klippa animation og svo var animation fyrirtæki sem sagt eða þetta heitir Postvis Prívis og var fyrirtæki sem síðan Prívisa sem vann með okkur og svo bara vorum við að biðja alls konar og þeir sendu og vorum að klippa inn prófa að gera það öðruvísi hvað við snú þú veist og vorum bara að vinna allan tíman að því að við byrjum ekki tökur aftur fyrr en í lok október þannig að frá mars til lok október vorum við að klippa teiknimyndir og
til þess að fá þriðja aktin í lag og ég fór svo heim á kvöldin og svo helgar og var að klippa Kate fyrir Netflix. En ég hafði svo sem ekkert annað að gera, það var allt lokað og og ég var langt frá fjölskyldu minni, sonu minn Sindri, hann kom reynda til mín af því að hann var á heimsferðalagi og festist í Afríku og ég gat rætt á henni miða til Sydney og hann kom bara nokkrum tímum áður en þeir lokuðu flugvellinum þar sem ennþá lokaður. Þú veist, það allt lokulæst, þeir eru rosalega strangir. Fólk má ekki fljúga frá Ástralíu. Og það sérstaklega undanþágu sem útlendingur til að fljúga og þegar ég fór á flugvellin til að fljúga heim miðjan desember, þetta fríkaðasta sem ég hef gert. Það var ekki sála á flugvellinum. Engin bílaumferð, engin bílar fyrir utan, engar rútur, ekkert. Þú kemur inn á flugvellin, hver bílstjórinn bara svona með, þú veist, hvað í gangi og ég þurfti það er bara ekkert fólk á ferli og við vorum 2 sem vorum á vélinni frá Sydney til Singapur, 2 manneski fyrir utan áhöfn. Alveg skemmtilegt að fá að upplifa þetta. Já, það er dálítið skemmtilegt og líka bara sjá til dæmis óperuhúsið í Sydney af því að ég fór þegar ég kom, það var það fyrsta sem ég gerði til að gleðja ömmu mína og líka sjálfa mig, bara að fara og sjá óperuhúsið í Sydney og svo fórum við og ég og sonum minn stundum með þangað og löppuðum af því að þegar ég kom þangað fyrst, það er svo tróðið af túristum og allstaðar og allir restaurant, þú veist það bara, þú var alltaf sérð húsið stundum og svo fórum við svo oft og vorum bara ein að þvælast gangum húsið og skoða og þetta er mjög súrrealist. Fyndin staða? Já. Þú ert að fljúga aftur á morgun? Já. Ákvað samt að gefa það tíma fyrir viðtal? Já, þakkaði fyrir, það búið að vera mjög gaman. Kunnum mjög vel að meta það, fá að heyra þína sögu hérna. En mér langar bara svona aðeins að, meina fyrir fólk sem langar að feta einhvers konar þennan veg og ég meina í áttina að atvinnugrein sem kannski ekki rosalega fjárhagslega stöðug eða kannski svona kreatív og reiðir sér svolítið á bara einhvers konar tilfinning og smekk. Ertu ekki sammála því? Ég meina bara að vera góður klippari eða listamaður eða hvað hann er. Þú ert bara að vera með ansi góðan smekk og hafa góða tilfinningu fyrir hlutina. Ég hef ráðlagt fólki bara, þú veist, það er rosalega gott að þú veist, horfa mikið. Mér finnst mjög gott að horfa á lélegar bíómyndir. Ég er ekki að gera lítið úr þeim, ég er bara að segja að ég vel mér oft mjög lélegar bíómyndir af því að ég læri svo mikið af því að horfa á illa klipptar bíómyndir. Eins og þú sagðir hérna upp að það tekur enginn eftir því hvort það myndi vel klippt eða ekki. Ég vil ekki ára þetta svona harkalega en maður hugsa kannski ekki vákváðum að vel klippt en maður hugsa heldur ekki vákváðum að vel leikstýrt. Nei, en ég hef til dæmis heyrt þetta var geggjuð saga, geggjaði leikarar. Vákváðum var illa klippt og maður bara, nei, fyrirgeðu, það stendst enga skoðun af því að það bara góð saga, frábæri leikarar, sama sem vel klippt. Það er bara þannig. Og líka bara svona upp á það að gera, ég meina eins og allar samræður eða aðeins örlítið lengri þagnir eða styttir þagnir eða hraðari díalógur eða veist, eins og bara horfa á Guy Ritchie mynd svona mikill hraði í öllum samræðum og allt þetta, veist, þetta setur bara tónin fyrir svo, þetta er bara einhvern veginn mótar allar upplifununa. Já, algjörlega. Og þannig þess vegna kannski er gott að horfa líka á illa klippta myndir bara til þess að já, ég segi þetta nú svona fatta hverju maður er að missa. Nei, maður bara lærir ýmislegt af því að auðvitað maður er alltaf að læra. Það er ekkert mál að klippa aksjón. Af því að þú getur rosalega mikið gert sem þið sýnist og haft gaman með það. Díalógur á milli 2 manneski eða fleiri, það hafa allir tekið þátt í slíkum samræðum og það er það erfiðast að klippa. Hugsanlega líka það erfiðast að leika ger ég ráð fyrir og af því að allir hafa upplifað það þú ert að gera eitthvað sem allir hafa upplifað þannig að bara þú veist tempóið á milli þú veist eða tilfinningin á milli og þetta er allt rosa fínar línur sem maður er að þræða einhvern veginn í vonum að komast sem næst því sem að fólk hefur upplifað eða kannast við skilur það Þannig þetta er ráð til fólk sem langar að reyna sig fyrir þessu líka að horfa á lélega myndir. Já, bara pæla mikið. Þú veist, það er gaman að pæla. En ég er ráðleikna bara númer 1, 2 og 3 að hafa gaman. Vegna þess að það skiptir svo miklu máli að hafa gaman að því sem maður gerir. Og líka hvernig getur maður ætlast til þess að aðri njóta þess að maður hefur ekkert gaman að því sjálfur. En hafa gaman,
vera þolimóður, það þarf rosa þolimæði, þú þarfst að fara aftur og aftur og aftur í gegnum það sem þú þarfst að gera. Ég horfi endalaust á myndir, aftur og aftur og aftur, senu og senu. Við skiptum þessu oft niður í það sem kallast reels, sem er svona cirka 20 mínútur bútar, þú veist, af því að það er auðveldra að vinna með það. Og hérna er svona með við lengt og hérna horfa á það aftur og aftur og aftur og aftur. Ég horfa á það hljóðlaust, ég horfa á það á 200% hraða, ég þurfa að horfa á það í svona litlum laptop af því að þá farið annan fókus heldur en að þú ert að horfa á þetta á tjaldi, eða þú veist á sjónvarpsskjá, ég fyrir að horfa á þetta á tjaldi af því að þá farið aftur annað perspektíf. Það er rosa gott að skipta umhverfi. Ég horfa á þetta með öðru fólki af því að það gefur líka annan perspektíf. Algjörlega. Þú veist, það bara í rauninni skiptir bara rosalega miklu máli að hafa áhuga á því sem maður er að gera. Það er mikinn áhuga að maður hafi geð í sér að gera þetta aftur og aftur og aftur. Sömu senuna, sömu tökurnar, þú veist, bara til þess að finna hvort að þér finnist rytminn vera góður, hvort þér finnist þagnir á milli fólks vera nóg langar og stuttar og þú veist, of langar hvað það er. Og er bara alltaf, en eins og ég segi, þetta er svona leir, þetta er bara leir eftir leir eftir leir. Þú klippir ekkert bíómynd, búið, þú veist, þú klippir alla bíómyndina, ég er búin að klippa alla bíómyndina þegar tökum líkur. Þá er öll bíómyndin klippt. Svo taka yfirleitt við 12 vikur í það sem kallast director's cut. Það er ekkert director að sitja að segja mér hvað ég að gera. Það er ekki þannig. Það er bara director sem sittur eitthvað og sendi hann stöf. Þú veist. Og svo tölum við það og ef hann líkar það ekki, áttu við tökur þar sem hann var sorgmætari, ég skal aftuga, þú veist, eitthvað svona. En situr rosalega mikið einn með þetta. Sem þér verður að líka vel við. Þú verður að hafa gaman að því að sitja alltaf einn og díla við þetta. Og hérna, en þú þarft líka að kunna vinna með fólki, af því að svo náttúrulega eins og í dag að maður er í stöðugu sambandi við prívis fólk sem er að búa til svona prívis effekta og hérna alls konar. Og ég er alltaf núna með hérna visual effect editor sem heldur utan alla visual effekta og númerar það og hérna sér til þess að halda utan með það því að það er svona orðin, þetta er alltaf að aukast sko, talan á visual effektum í kvikmynd. Já, svona tæknibrellur. Tæknibrellur, já. Það einmitt. er alltaf að verða meira og meira. Hvort sem það er actionmynd eða ekki, en í actionmyndum er það ennþá meira. Það er, já. En já, vegna þess að þú ert farin að geta unnið svo mikið inn í rammanum. Klipparar unnu ekki inn í rammanum hérna áður fyrr. Það var svo erfitt þegar þú varst með filmuna. Núna þá getur þú farið inn, þú getur zoomað inn og út, ég get splittað upp römmum. Þeir eru svo æðislegir í þessari tökku, en þessi er betri í þessari tökku. Ég tek það bara að splitta þeim saman og bý til eina tökku úr 2. Þú veist, en allt þarf þetta samt að renna í gegnum, ég get gert þetta allt í tölvunni, en það þarf að gera þetta í visual effektum til að lúki vel þegar það komið upp í stóra skjáin, sko. Já. Þú myndir ekki sjá það og horfa á það á Netflix, en leið að það komið á tjald, þá þarf það að fara í gegnum visual effekta af því að það er svo mikil gæði upp á tjaldi. Já, einmitt. Þannig að það myndi sjást að það var ekki nógu vel unnið. Einmitt. Út af þess að hafa gaman að þessu, ég bara dætti ég að spyrja undir lokin þegar að þú veikist svona og þegar græja klippiherbyggi fyrir til þess að þú getur haldið áfram að klippa Deadpool, þannig er þú náttúrulega mjög óvíst bara hvernig fer og kannski krabbameinsmeðferðin ekki búin að svara fyllilega. Þið langaði samt að klippa? Já, þetta var svo gaman. En líka bara að hafa eitthvað annað að tala, þú veist. Það er nú bara blessun að vera laus við það að sitja allan daginn og hugsa þetta, að geta hugsað dreift huganum og hugsað eitthvað annað. En auðvitað hefði mér líka langa bara að fara heim, en ég gat það ekki að því ég var í krabbameinsmeðferð. En mér finnst það alveg bara frábært að fá að vinna áfram. Mjög ánægð með það. Og svo er líka alltaf gott þegar fólki finnst það þurfa á mann að halda. Já. En þeir voru reyndar búin að ráða 3 klippara þegar ég kom tilbaka, sko. 3? Já. Fyrir eina íslenska? Já. Já. Já.
ég bara, þú veist, hvað rugl þetta? Það er algjör steypa, en þú veist, ég er með mjög sterkar skoðanir á svona multiple klippara setupi. Þú ræðist þarna inn frekar bara og gerir þetta sjálf? Nei, ég hef ekkert á móti samvinnu. Sko, mér finnst bara, á sama hátt þú ræður ekki marga kvikmyndatökumenn, þú ræður einn kvikmyndatökumenn, það þýðir ekki að það sé ekki margir kvikmyndatökumenn, það er kannski A-lið og B-lið, þú veist með svona splitter unit og second unit og allt þetta sem fer með öðrum tökumennum, en það er einn tökumaður og hann leggur línuna og með yfirsýnina og það er saman með klippingu, þú verður að hafa yfirsýn og þú getur ekki haft hana ef það eru tveir nema þessi mjög mikið á sömu línu og mjög, þú veist, Coen-bræður, já, ok, þú veist. Eitt dæmi. Já, svona pínulítið mutant líka. Þeir eru náttúrulega alveg ótrúlegir. En fattarðu, já, það er hægt. En bara, þú veist, við ætlum að ráða þennan og þig. Bara, hver er þetta? Þú veist, hvernig eitthvað, sem er líka ástæðan fyrir ég vildi ekki vinna með Marvel, þeir eru með reglu, þeir krefjast þess að þessu 2 klipparar. Já. Það er krafan. Skrítin heimur. Til þess að stytta post-production tíma sem eftirvinnslu tíman og ég ætla bara að benda þeim kurteislega á og hef gert nokkur sinnum það er ekki rétt þú getur hort á alls konar myndir eins og Dr. Dolittle sem kom út örgulega fyrir árið eða 2 sem hvað eru margir klipparar á henni 14, ég held að hún hafi verið 3 ári í vinnslu eða eitthvað þú veist, þetta var bara en ég meina það er líka þannig að þú veist, að þeir þurfa ef að stúdíó er ekki ánægt með leikstjóra þá eru þeir samt með þannig samninga það er oft mjög erfitt að reka þá reka þeir klipparan. Í alvörinni? Já. Bara einhver verður að rekin klipparan fyrr? Nei, ekki einhver, þeir reka klipparan af því að það er unionið í post, í klippinu er klippari og leikstjóri ef að leikstjóri missi klipparan sinn þá eru búin að missa helmingina sér allavega, ef ekki meira þannig að þeir reka klipparan ná í sinn klipparinn og þá er leikstjórinn búin að missa rosalega verð þannig að það bara verður að skaða leikstjórinn með því að taka klipparan frá hann já, en þeir get ekki rekja hann þú veist, út af einhvern samningum það þarf bara klipparinn að semja svoleiðis já, væri það ekki óskandi jú, við förum í þetta mál Herðu, Elisabeth, bara gangið þér sem best úti, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að koma hérna fyrir útlandsförina og bara takk kærlega fyrir spjallið. Takk að þér fyrir snarrið, búið að vera gaman. Takk.